fáum reglulega fréttir af björgunarstörfum áhafna á þyrlum Landhelgisgæslunnar og björgunarskipum Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Þyrlu- og björgunarsveitarfólki stundar þrotlausar æfingar þar sem réttu handtökin eru æfð aftur og aftur. Hilmar Bragi skellti sér á sjóinn með björgunarskipinu Hannesi Þ. Hafstein og farið var út frá Sandgerði til fundar við þyrluna Líf. Já, Hannes Hafstein, þyrlan Líf, hér. Góða kvöldi, við erum að koma bara réttum tíma og það verður gaman að fá veður frá okkur. Vind og vindstefnu og öldahæð og skipni. Og ekki stóð á veðurupplýsingunum. Það var algjört logn, ölduhæð hálfum metri og skygnið, já, það sást eins langt eins og hægt að sjá í kolsvarta myrkri. Veður sem að landkrabbar ættu að ráða við. Þátttakendur í æfingunni voru frá björgunarsveitinni Suðurnes, björgunarsveitinni Ægi, björgunarsveitinni Sigurvon og einnig var fulltrúi lögreglunnar á Suðurnesjum sem tók þátt í æfingunni. Og hér sjáum við síðan þyrluna þar sem hún kemur að björgunarskipinu, en æfingin fór fram skammt undan landi í Sandgerði. Þó svo úti hefur verið algjört logn, þá getur þyrlan fljótlega breytt veðuraðstæðum. Því undir þyrlunni verður mikið særok og það getur verið erfitt að athafna sig. Þetta er svona reglubundin æfing sem að Landhelgisgæslan er mjög oft með björgunarsveitum til þess að viðhalda þekkingu og æfingu fyrir nætursjónauka. Þannig að þau eru að æfa sig á kvöldin með nætursjón og rauninni bara nætursjónin sem er aðalega að vera að æfa. Þannig að þau þurfa að tikka í boxin. Hver er svo ykkar þáttur í æfingunni? Það er að taka á móti þyrlunni og æfa spilmenn og segmenn til gæslunnar og æfa okkar mannskap líka í að taka á móti þyrlu þegar á reynir. Og þið voru í návígi við þetta. Hvað varst þú að gera? Ég var á öryggisbát. Það er telja þá sem að fara upp í þyrlu og út úr þyrlu og bara ef eitthvað kemur upp á að grípa inn í, aðstoða þá borð. Hversu oft eru þessar æfingar? Það eru oftast svona 2 ári. Það geta verið ofta. Það bara er mjög mismunandi hvernig viðrar fyrir æfingar. Alltaf því ekkert að geta vondu veðri, þannig að ef það búið að vera vont veður lengi þá oft eru svona þéttar á milli þeirra og þetta er mjög mismunandi hvernig þetta er á milli ára. Og hvernig var þetta að ganga núna? Gekk bara ljómandi vel, allt gekk upp og okkar mannskapi stóð sér vel og þyrlan líka.